allt í ferðalagið. Já, komið sæl. Við byrjum á að skoða yfirlitskortið að þá höfum við þessa miklu hæð hérna vestur á Biskajaflóanum sem að beinir til okkar lagðum og það engin breyting á því. Og við höfum nú reyndar svona veikburðalag hérna sem á leiðinni hérna austur á bóginn og veldur einhverjum éljum hjá okkur á morgun en síðan sækir hún í sig veðrið þegar hún komin austur á landinu og kemur til með að sjá til þess að það verði norðanátt og gæti jafnvel orðið nokkuð hvass á bæði fimmtudag og svo einnig á föstudag. Og síðan höfum við enn einu læðina hérna norður af Grænlandi sem að ætlar að senda til okkar einhverja snjókomu helgina. En ef við skoðum hitakortið að þá erum við vel inn í kalda loftinu og svona virkilega svona vetralegt kort og það verður kalt í okkur á næstu daga, frost allt land og við sjáum hérna á dökkbláa litnum hérna yfir Kanada að þar alveg gríðarlega kalt loft sem svona á leiðinni hægt og rólega í áttina til okkar og kemur væntanlega til með að valda einhverjum óskunda hjá okkur í næstu viku. En ef við skoðum hvað að gerast næsta sólarhringinn að þá Éljabakki hérna sem svona leiðin inn á landið og mun valda einhverju snjókomu sunnan og vestanvert landið næsta sólarhringinn en hann nú svona það veikburða að hann kemur ekki til með að ná inn á norðaustanvert landið sem ætti þannig að það ætti þá að ná að verða þurrt og bjart og ef við skoðum hvernig þetta lítur út í fyrramálið á Íslandskortinu að þá höfum við að það svona suðvestlæga átt góðlega kaldi landið svona sunnan og vestanvert en bara hægur vindur norðaustan til frost allt land og snjókoma svona með köflum bæði sunnan og vestanlands en ætti að verða gæti jafnvel orðið heiðríkja á norðausturlandi og þar myndur þá væntanlega verða kaldast hjá okkur og gæti frostið farið svona jafnvel eitthvað í kringum 10 stigin þar sem það verður mest. En síðan seinnipartinn að þá verður nú áfram þessi sunnanátt, áfram frost á öllu landinu og éljagangur einhverjum hérna suðvestan til en það nú svona aðeins farið að létta til landið norðanvert og gæti sést eitthvað til sólar og áfram verður þurrt og bjart hérna norðaustan til á landinu. Nú, ef við skoðum síðan hvernig þróunin síðan áfram annað kvöld og aðra nótt að þá svona þessi lægð svona fara hérna austur á landinu og við sjáum hérna farið að glitta í norðaustunáttina og strax á aðfaranótt fimmtudagsins að þá fer hún vaxandi og gæti orðið all stíf orðið all hvöss hérna norðvestan til á fimmtudeginum og síðan verður þessi norðanátt alls ráðandi á fimmtudeginum og síðan með þá éljagangi landið norðanvert en bjartviðri sunnanlands og svona lítur þá fimmtudagskortið út hríðaveður hérna landið norðanvert og þá sérstaklega norðvestan til fyrirleita dagsins en síðan hversu nú einnig austan til þegar að líður á daginn en sunnanlands ætti nú að verða þurrt og nokkuð bjart en það kalt frost allt land. Og á föstudeginum að þá byrjar nú þessi norðanátt að ganga niður, það verður svona fyrst vestanvert landið en þannig að það verður áfram nokkuð stífur vindur hérna allavega austan til fram eftir degi en síðan svona hægt og rólega þá kemur svona lítilsvartar hæðarhryggur inn á landið og þá fer nú svona að draga úr allan þessum vindi en það verður snjókoma áfram landið norðanvert en sunnan til ætti að verða þurrt og bjart og en sem fyrir verður kalt á landinu og við erum að sjá frosttölur geta farið víða niður fyrir 10 stig. Nú á laugardeginum að þá verðum við svona á milli kerfa getum við sagt, það svona breytilegu vindur á landinu ekkert mjög stífur en það þungbúið og víða snjókoma og skilin frá næstu lagð svona fara yfir landið á laugardeginum þannig að það snjóa nokkuð víða. En sem sagt á morgun að þá verður éljagangur einhverjum sunnan og vestanvert landið en norðaustan til ætti að verða þurrt og bjart og það verður kalt á öllu landinu. Segjum þetta gott að vera í bili, verið sæl.